þetta sem strandfura fengið frá Skagway við, norðurmörk strandfurunar í Alaska. Hérna tré með nokkrum könglum, hérna einn gamall og ég eiginlega alveg viss að það ekkert fræ eftir í þessu því að ég sé annan gamlan köngul hérna bara frá því í hittifyrra sem stendur hérna galopinn og það örugglega lítið eða ekkert fræ í því. En hérna hins vegar sé ég 2 köngla og þeir eru ferskir og eru bara nýþroskaðir. Og ég geri bara eins og ég talaði hérna áðan, sný hérna 2 ár og slít svo af. Og hér aftur á móti Sævar búinn að gera þetta þægilegt fyrir okkur. Það liggur hérna mikið á jörðinni og við bara snúum upp á það og slítum og höldum svona áfram. Það ágætisregla þegar maður með svona að setja bara hrúgu með því sem maður búinn að tína af og byrja svo bara næsta og hér ekkert. Bara vita það að við erum bara einbeitt okkur að nýjustu árgöngunum, slíta þá af og safna. Ég nota yfirleitt svona bala því að það oft þægilegt að geta hent langar leiðir þetta stendur. Nú þið sem eru með poka, það getur verið ágætis ráð að taka bandspotta og hengja þetta framan á sig og þá er maður alltaf með þetta hangandi utan á sér og getur hérna safnað án þess að vera alltaf að bera á eftir sér eitthvað svona ílát. Það liggja hérna út allt greinar á jörðinu, þið getur bara prófað og ef ykkur vantar vettlinga segið til. En á einstaka tré hérna, það sér maður nánast að allir könglarnir eru lokaðir, alveg sama hvað þeir eru gamlir. Já. Og það getur vel verið þess virði að tína því. En ef þú vilt vera alveg öruggur gæðin þá tínur þið bara það einstaka. Eins og þetta hér. Ég nokkuð vissum að þetta nú bara frá því fyrra það samt hefur greinilega opnast. Hvað færðu marg fræ úr einum köngli? 20-30? Ok. Já. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna ef þið viljið tékka á því hvort að það sé þess virði að safna fræi, þá takið þið þversnið á svona köngli og ef það 1-2 svona hvítlifandi fræ í þverskurðinum, þá það þess virði. Og hérna sýnist mér vera svona 10 í þverskurðinum sem þýðir örugglega svona 50-60 fræ í könglinum í heild. Hérna það eru staðafurur frá Skagway sem eru með könglana á stilk. En svo það sem algengara að könglarnir séu bara klestir inn í greinin einhvern veginn. Og það náttúrulega þess að með stilkin, þá auðvelt að klippa á það. En það bara minni hluti trjánna sem þannig. Krossnefurinn fugl sem lifir á bartrjáfræi og maður sér oft hérna bæði grein og furu köngla svolítið svona skaddað af því. En þetta skemmir sjálfs ekkert fræið sem í því, umfram það sem maður náði að éta. Þetta ef maður safnaði öllum könglum með einu tré og öllum könglum með öðru tré, þá segir maður að það væri svona mikill meðalstærðarmunur, en í rauninni ekkert mjög mikill stærðarmunur innan trésins. Þetta bara, og maður getur gengið að sama tré ár eftir ár og maður sér alltaf nokkurn veginn sömu stærðina á könglinum. Þetta bara erfðabreytileiki. Þú talar full þroska og þá grænilíturinn farin eða? Nei. Það ekkert samhengi þar á milli. Þetta bara þessi einstaklingsmunur. Þetta tré hér allir könglarnir eru litlir, mjóir og dökkir. En ef þú færir á þetta tré þá sagðir að það væru örugglega flestir með svona grænum lit. En þetta ekki til merkis um þessi óþroskaðir eða vanþroskaðir. Þetta bara einn af þessum einstaklingslitamunum, svona eins og sumir eru bláir og aðrir eru brúnir. Þessi hér. Þetta eru karlblómin frá því vor. Karlblóm frá því vor. Það engin kvenblóm á þessari grein. Nei, þetta eru karlblómin, en kvenblómin eru svona lítil og rauð. Þetta 1 ár? Já. Kemur þá á næsta ári út hérna og 1 stautur? Já. Kom aldrei 2 stautur á 1 ári? Nei. Ekki nema að þetta... Lengdina milli greina eiginlega cirka bara árin? Já. Og það sama meðhöndlun á greni og förunni? Nei, það þarf ekki með greni að hafa neina hitaþurrkun. Það opnast bara við stofuhita. Það hrista úr. Þetta svona á að giska 50 ára gamalt tré. Skógafura sennilega sótt til Tromsfylkis í Norður-Noregi og gróðursett hér einhvern tímann milli 1950 og 60 og jú,
Þetta er frekar beinstofna tré og það er ekki mjög grógreinátt. En ég meina, þetta er ekki grundvöllur mikillar ræktunar að fá að 3 metra tré á 50-60 árum. En það er köngull í honum. Hérna ætla ég að benda á því einhver að spyrja um skógafuru á þann. Þetta er sjálfsagð skógafura. Það er frekar fágætar hérna. Þetta er dæmi um það. Þetta er greinilega ekki búið að vera hér í 60 ár. Þetta er bara hérna 3 ára vöxtur í henni hérna. En þú klipper aldrei konglerne? En þetta frjó veldur engum ofnæmi, eða mjög fáum allavega. Það er engin með, ég veit mjög fáa sem eru með ofnæmi gagnvart frjókorni barrtrjáa. Þó það sé algengt með grös og birki og fleira sko. Þetta er sem sagt náttúrulega birki í heiðmörk, er í eðli sínu kræklóttur margstofna runni sem að verður kannski nokkri metrar á hæð en er á svolítið öðru tagi heldur en birkið sem við sjáum yfirleitt í görðum Reykvíkinga og annarra landsmanna. Ef þið eru að tína í miklu magni þá skulið þið reyna að velja einhver tré sem ykkur finnst falleg og tína þeim. Þið getið þess vegna bara mjólka ofan í pokana svona framan á ykkur og þegar þið komið með það magn sem þið viljið þá er gott að leggja það bara á dagblaðapappír svona og láta það þorna í 1 eða 2 daga og setja það svo í poka og geyma á köldum stað. Ískáp eða kaldri geymslu. Gott að hafa þetta hangandi í lérefspoka einhvers staðar á köldum staði þar til þið ætlið að sá því beint.